Heilsa ykkur í Jesú nafni, kæru vinir. Við erum mikið búin að tala um hjarta í dag og söngvarnir hafa fjallað um hjarta og fyrirgefningaboðskapurinn fjallaði líka um eitthvað sem kemur frá hjartanu. Og stundum, ég veit það náttúrulega þegar ég var barn í sveit að það kom fyrir að kind hafnaði afkvæminu sínu. Og það eru margar ástæður fyrir því að hún geti gert þetta. En ef lambinu skilað til kindarinnar, þá getur móðurinn jafnvel sparkað afkvæminu í burtu. Þegar kind hafnar einu á lömbum sínum, mun hún aldrei skipta um skoðun. Þessi litlu lömb munu hengja höfuðið svo lágt að það lítur út fyrir að það sé eitthvað að hálsi þeirra. Andi þeirra er brotinn. Þessi lömb eru kölluð höfnunarlömb eða undanvillingar, eins og ég man það. Nema, hirðirinn grípi inn í, mun lambi deyja, hafnað og eitt. Og mér langar að skjóta inn í að ég man eftir svona lömbum og maður tók þau svona alveg að hjartanu. Þau voru lítil og slímug og óhrein því það var ekki búið að hreinsa þau. En maður gerði allt til þess að halda í þeim lífi. Vitið hvað fjárhirðurinn gerir í þessari sögu? Hann fer með það sem hafnað var inn á heimili sitt. Handfóðrar það, heldur á því hita við eldinn. Hann mun vefja það með teppum og halda því við brjóstið á sér, svo munaðarleysingin geti heyrt hjartslátt hans. Þegar lambið er nógu sterkt mun hirðirinn setja það aftur á akurinn með restina af hjörðinni. En sá sauður gleymir aldrei hvað hirðinum þótti vænt hann þegar móðir hans hafnaði honum. Þegar hirðirinn kallar á hjörðina, getið hver hleypur fyrst til hans. Það er rétt, týndi sauðurinn. Hann þekkir rödd hirðisins. Það er ekki vegna þess að lambið sé elska meira. Það þekkir bara náið þann sem elskar það og hefur upplifað þá ást til eins manns. Svo mörg okkar eru týnd lömb, hafnað, brotinn, en hann er góði hirðirinn. Hann hugsar sérhverja þörf okkar og heldur okkur nálægt hjarta sínu svo að við getum heyrt hjartslátt hans. Ég týnt lamb, ættleitt og elskað af góða hirðinum, segir höfundur þessara orða sem ég las nú fyrir ykkur. Í predikaranum í 11. kafla stendur þetta frá 5. versi. Eins og þú veist ekki hvaða veg vindurinn fer og hvernig beinin myndast í móðurkviði þungara konu, eins þekkir þú heldur ekki verk Guðs sem allt gjörir. Sá sæði þínu að morgni og lát hendur þínar eigi hvílast að kveldi því að þú veist ekki hvað muni heppnast. Þetta eða hitt. Eða hvort vekja verði gott. Indælt er ljósið og ljúft er fyrir augun að horfa á sólina. Því lifi maðurinn mörg ár þá á hann að vera glaður öll þau ár og minnast þess að dagar myrkursins verða margir. Allt sem á eftir kemur er hégómi. Margar milljónir barna fá ekki að fæðast á ári hverju í Bandaríkjunum. Margar milljónir. Einhver 1000 barna fá ekki að fæðast á Íslandi ár hvert. Líklega það bil 1 þorp. Við megum ekki lengur tala eða nefna orðið fóstureyðing, heldur þungunarrof. Svipað og þegar byrjað er að fikta við kynferði ungs barns eða unglings, er það ekki kallað gróft inngrip, heldur kynleiðrétting. Breyttu bara orðinu og þá er allt í lagi. Eða hvað? Þyndu út Guðs orð með því að sleppa óþægilegum sannleika í uppfærðri þýðingu og þá er allt í lagi. Eða hvað? Það efni sem ég hef kosið að gera umtalsefni í dag mun snerta suma illa.
Sumir kunna að finna til reiði og mótþróa. Ég vil engan meiða, það veit Guð, en heimurinn spyr mig sjaldan að hvað mér líkar að heyra eða hvað mér líkar að sjá. Heimurinn eys yfir okkur alls konar viðbjóði sem okkur hryllir við og verðum því miður að lifa við sama hvað. Stríð, grimmd, óréttlæti, fégræðgi. Lesið bara 3. kafli í 2. Tímóteusarbréfi. Þið sem hér sitjið hafið heyrt það svo oft. Þið sem hlusta á þetta efni, lítið í þennan kafla í Biblíunni og fræðust ástand heimsins af vörum postulans fyrir 2000 árum. Ég sagðist ætla að fjalla erfitt efni og ég fékk það frá fyrstu hendi, frá fólki með reynslu beggja vegna borðsins. 3 konur og 3 læknar sátu við hringborð. Stjórnandi samræðna er þekkt fyrir að fjalla þessi viðkvæmu og umdeildu mál á varfærnislegan og virðingarverðan hátt. Það er engin að ráðast á þá sem framkvæma aðgerðir til að enda líf fósturs. Það er engin að ráðast á þær konur sem ákveða að enda það með aðstoð læknis eða fagaðila. Kona sem við skulum kalla Önnu lýsti því að hún hefði látið framkvæma fleiri en eina fóstureyðingu eða það sem óskað eftir að nefna þungunarrof. Henni fannst þá sjálfsagt að nýta sér rétt sinn til þessa verandi frjáls kona í frjálsu landi. Ég að vitna í bandaríska aðila. Anna fékk ekki að heyra eða sjá fóstrið í ómskoðun enda ekki við hæfi. Heldur var undirbúin fyrir aðgerð og svo var aðgerð framkvæmd. Það sem síðar gerðist að Anna fór að starfa við þessa sömu klínik sem aðstoðar konur eftir aðgerðir. Starf hennar fólst í að skoða það sem þungunarrofssugan hafði náð í innan úr leigukonu í þungunarrofi. Það var þá sem henni fór að bregða illilega því þarna voru hendur, fætur og höfuð, líkams hlutar barns. Þegar þarna var komið í lýsingu hennar táraðist hún þó hún hafi fyrir árum síðan fengið áfallahjálp og sálfræðistuðning til að komast yfir þetta áfall. Sorgin hverfur aldrei alveg. Þú sem stendur frammi fyrir svona stóri ákvörðun, láttu þér ekki detta í hug að þetta gleymist bara svona. Eins og tekið hafi verið óvelkomið æxli eða blóðbökkökull. Það vitnar reynsla óteljandi kvenna. Næsta kona sem við skulum kalla Unu sat við borðið og hafði sögu að segja fleiri en eitt skipti þungunarrofs. Léttasta aðferðin inngrip með þungunarrofslyfi sem þvingar legi til að losa sig við þungunina, snemma á byrjun meðgöngu. Una rifjaði upp atvik þar sem hún stóð undir sturtunni heima hjá sér og beið eftir að finna þetta óvelkomna frumulíf losna úr móðurlífi sínu. Og gætti þess að horfa ekki, vildi ekki sjá það. Á meðan heyrði hún kærasta sinn eða eiginmann gráta inn í rúmi. Hann vildi ekki að hún losaði sig við barnið, en hann hafði ekkert það að segja. Hann var bara faðirinn sem gat þetta barn sem ekki var tímabært að eignast að dómi kvíðinna móður. Ég hef sjálf upplifað sorg ungsmanns sem hafði ekkert þetta að segja. Ung stúlka sem hann var með fór að ráði foreldra til læknis og fékk fóstri 1. Ég var eitt sinn svona fóstur. Móður minni var ráðlagt að eyða mér. Ég var jú óskilgetin og óvelkomin. Guði sé lofa, hún vildi ekki fara þessa leið. Annars væri ég ekki hér að flytja ykkur þetta viðkvæma efni. Árin okkar mömmu voru svo sem engin sældarár. Mamma, einstæð móðir á miðri síðustu öld,
Sjaldan heima. Ég var mikið sjálfála, en gott fólk að mestu í kringum mig, reynda líka ekki svo gott. En ég lifði það af, fekk bara smá ör á sálina. Löngu síðar þegar ég var orðin miðaldra kona og mamma farin að eldast töluvert, gaf hún mér lítinn tréplata með ábrenndu letri, ljóði sem hún vildi að ég ætti. Þetta ljóð snart mig mjög því að ég fann að mamma vildi að ég vissi að hún elskaði mig þrátt fyrir erfiða tíma og skort á umhyggju og kærleikstjáningu frá hennar hendi. Fátækt og erfiðleikar geta hert sálina og gert fólki erfitt vik að tjá ást og umhyggju. Ljóð svona. Litla barn með lokkin bjarta, legðu þig að mömmu hjarta. Hún skal þerra þína brá. Seinna verður sorgin stærri og sárari en tárin færri. Gott væri að mega gráta þá. Ég fann að mamma vildi segja mér eitthvað sérstakt með þessu og með listrænni hönd hafði hún teiknað mynd ofan við ljóðið af móður með lítið barn í fangi. Ég á þessa litlu tréplötu enn því hún sérstakt engabréf frá mömmu til mín. En svo ég haldi áfram með þennan fund við borðið út í Ameríku sem átti sér stað fyrir skömmu síðan. Konurnar máttu spyrja læknarna spurninga sem hvíldu á þeim og læknarnir máttu einnig spyrja þær. Spurning 1. Hugsaðir þú þessi fóstur sem alvöru börn? Svar læknis sem hættur í þessu starfi var á þessa leið. Ég gerði mér fulla grein fyrir því að þetta var einstaklingur, barn. Ég var bara að framkvæma læknisverk til að þjóna vilja konu sem leitaði til lækna viðkomandi stofnunar. Þeirra val og það skal virða. Ég fann ekkert, var algjörlega ósnortin þar til. Við konan mín og ég áttum engin börn og vorum orðin vondaugum að við gætum orðið foreldrar. Svo vegna tengsla minna sem læknis innan þessara stofnunar tókst okkur að fá að ættleiða litla stúlku nýfædda. Við vorum himinlifandi og varla liðu 3 mánuðir þar til konan mín varð barnshafandi. Hugsið ykkur. Hún var barnshafandi að syni. Þvílíkt kraftaverk. Þetta gerist samt svo oft, við heyrum sögur af svona. Þegar litla stúlkan mín var 6 ára varð hún fyrir bíl og dó. Harmur og áfall. Ég fór svo aftur til starfa og tók þátt í að þjóna konum sem vildu losna við fóstur eins og áður. En eitthvað hafði breyst. Ég fann sterkt fyrir innri rödd sem sagði þegar ég var að sækja þessi fóstur inn í leg móðurinnar: Þetta einhvers dóttir eða sonur sem þú ert að fjarlægja, sonur eða dóttir. Ég varð ekki samur og hætti að taka þátt í að framkvæma þungunarof. Ég hef séð vitnisburði þessa læknis og ég má til með staðfesta að reynsla hans varð ekki til vegna tilviljunar. Hann fékk fyrirbæn trúarsvinar og fór að hugsa trú sína og samband sitt við Guð. Það ekki fyrir en við leitum Guðs að eitthvað vaknar sem heitir samviska eða hugsun. Annar læknir við borðið var kona, líklega komin á aldur. Hún lýsti því á sama hátt. Þetta starf snert ekki við henni lengi vel. Var bara eins og hverjunur læknisaðgerð og aðstofi konur að ósk þeirra sjálfra í frjálsu samfélagi nútíma læknisfræði. Ég leit ekki á þessi fóstur sem manneskjur, þau snertu ekki mig eða mitt líf, sagði hún. Svo kom þessi spurning upp í huga minn einn dag. Á árum seinni heimsstyrjaldar
var milljónum gyðinga eitt í gasofnum Hitlers, þar á meðal amma mín og ættingjar. Hitler leit ekki á gyðinga sem manneskjur, ekki frekar en vörðurinn í sögunni áðan sem Kari Búm þurfti að fyrirgefa. Þeir litu ekki á gyðinga sem manneskjur. Þeir voru einskis virði, bara rétt dræft rusl. En hvað var ég að gera, sagði þessi læknir. Var ég ekki að eyða lífi? Þessi hugsun snerti mig svo djúpt að ég ákvað að hætta að sinna þessu tiltekna starfi við þungunarof. Það er umhugsunarvert að heyra hvernig þau lýstu því að það hefði verið eins og hreistur himna hefði fallið frá augum þeirra og þau allt í einu séð raunveruleikan sem fólst í aðgerðum þeirra. Munið þið eftir sögunum Pál postula sem blindaðist við birtuna af Jesú á leið til Damaskus? Hann var búinn að sjá Jesú á störfum en var blindur á raunveruleika þess. Hann var blindur á raunveruleika þess að hann drap og fangelsaði þá sem fylgdu Jesú. Þar til hann mætti Jesú. Svo gerðist undrið eins og stendur í 9. kafla Postulasögunnar. Þá fór Ananías af stað, gekk inn í húsi og lagði hendur yfir hann og mælti: Sál, bróðir, Drottinn hefur sendt mig. Jesús sá birtist þér á leið þinni hingað. Þú átt að fá aftur sjón þína og fyllast heilugum anda. Jafnskjótt var sem hreistur fjalli af augum hans og hann fékk aftur sjónina og lét þegar skýrast. Og þau okkar sem höfum lesið sögu Páls, bækur hans og bréf, vitum að hann var einn öflugasti útbreiðslu predikari og póstuli mannkynssögunnar. Í Sálmi 119 segir svo: Hjarta þeirra er tilfinningalaust sem mörværi, en ég leita unaðar í lögmáli þínu. Það varð mér til góðs að ég var beygður til þess að ég mætti læra lög þín. Lögmálið af munni þínum er mér mætara en 1000 af gulli og silfri. Hendur þínar hafa gjört mig og skapað, veitt mér skyn að ég megi læra boð þín. Mig setti hljóða eftir að hafa verið klukkustund í að horfa á þetta ágæta fólk, tjá sig eitt erfiðasta og umdeildasta efni meðal mannkyns. Annað sem læknarnir nefndu var það sem tíðkaðist meðal heiðinna þjóða fyrir löngu og okkur hryllir við lýsingum af því. Það var þegar fólk fórnaði ungbörnum sínum til guðana til að gera þeim til geðs og fá umbun þeirra og viðurkenningu. Hvaða guðir kætast yfir öllum þessum lífsfórnum í dag? Ekki okkar faðir á himnum, svo mikið er víst. Ekki sá sem sagði í 10. kafla Markúsar og fleiri guðspjalla: Menn færðu börn til hans að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá: Leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra er Guðs ríki. Sannlega segi ég yður, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei í það koma. Manns hjartað, við talað mikið um hjartað í dag. Það slær aðeins 21 degi eftir getnað. Það er ekki trúarbragðafræði, það er líffræðileg staðreynd. Daginn varð ég, sem sjúkraliði, vitni að mjög hröðum hjartslætti, gamallar konu sem var í líknandi meðferð, sem sagt að fara að deyja. Við hjúkruðum henni, gerðum það sem okkur var falið og pössuðum að hún væri ekki í þjáningum þessar síðustu stundir. Ég lagði hönd á brjóst hennar og fann geysi hraðan hjartslátt, svo mikinn að það mátti sjá það með berum augum á bringu hennar. Hjartslátturinn var nærri 3-falt hraðar en eðlilegt er. Barðist fyrir lífi hennar.
Hjartað sem við svo gjarnan kennum við tilfinningar sem sagt er að við eigum að geyma Guðs orð í með tilvísun í orð hans. Það hlýtur að vera ástæða fyrir því að Guð kaus að gera hjarta okkar að umtalsefni, miðpunkti og myndlíkingu. Hve mikill fögnuður og tilfinning á sér stað hjá móður og föður sem þrá að eignast afkvæmi þegar þau með hjálp tækninnar sjá og heyra fyrsta hjartslátt væntanlegs sonar eða dóttur á fyrstu viku meðgöngu. Kraftaverk sem engin þróunarkenning getur skýrt. Það er ástæða fyrir því að forðast að láta móður heyra og sjá þetta líf þegar hún hefur í krafti yfirráða yfir líkama sínum, ákveðið að slíta það burtu úr lífi sínu og ímynda sér að þetta sé bara frumuþyrping sem allt er í lagi eða nauðsynlegt að fjarlægja. Meðan hreistrið er yfir augunum sjáum við ekki kærleika Guðs. Sjáum ekki góða hirðin, sjáum ekki sköpun og kærleiksríks Guðs. Við sjáum ekkert fyrir en heilagur andi hristir okkur og lætur okkur sjá og heyra sannleikann. Takk ykkur fyrir.